Góða kvöldi kæru áhorfendur og velkomin í Kia-deildina. Ég heiti Ásgeir og með mér í kvöld engin annar en Brimar. Já, sælir, alltaf gaman að vera hérna í stúdíóinu og frábært að fá að vera hérna 2 miðvikudagi röð með þér. Já. Skemmtilegt kvöld framöndan. Já, við erum að fara að keppa, við erum ekki að fara að keppa, en það núna að fara að vera viðureign upp á 3. sæti í Kia-deildinni og eru verðlaun fyrir að ná þessum stórfengla áfanga hérna. Og þetta að fara að vera Cool Beans team á móti Whisky Tango Foxtrot. Svakalegt nafn hjá þessum liðum, bæði með sem betur fyrir styttingu. Ég verið í Whisky og CBT, en Cool Beans team var endar svona skemmtilegt að minnast á. Þetta hét alltaf bara CBT þangað til að pressuðu allir á og voru byrjaðir að giska á eitthvað bull. Þannig að svona, eigandinn eða hvað sem maður vill kalla hann, kom með Cool Beans team þannig að fólk myndi hægt að giska á hvað CBT stóð fyrir. Mér finnst það æðislegt nafn og gaman að við fengum að sjá svona mikið af þeim. Hún að alveg kleifja sig upp núna í viðureign fyrir 3. sætið. Þeir í riðlakeppni voru þeir í 5. sæti og eru búin að núna þá svolítið að klifra aðeins upp eftir að standa sig ágætlega bara í groups. Já, átti í rauninni frekar erfitt með að klára leiki bæði á móti, efri liðunum voru þeir alveg að halda sér í leikjum frekar lengi og móti neðri liðunum voru þeir akkurat í smá vandræðum að klára leikina sína. En eitthvað sem þeir hafa klárlega bætt finnst mér það sem við sáum á móti ATD, en vissulega á móti Dusty töpuðu þeir 2-0 til að enda hér í staðinn fyrir úrslitum, en það svo sem erfitt að vera á móti Dusty. Þetta aðaliðið núna síðustu, ég veit ekki hversu mörg ár. Já, mikið rétt, en svo á hinum endanum erum við náttúrulega með Whisky sem voru á toppnum í riðlakeppninni. Hangað til eru svona hægt og rólega búin að detta núna niður og eru bara,
Það var náttúrulega 2 efstu liðin, Dusty og Fenrir, sem voru á undan þeim þarna í riðlakeppninni og þau lið eru erfið að vinna. Já, alveg klálega, náttúrulega svona bestu spilararnir sem við höfum haft á Íslandi kannski í mörg ár sem eru hana í bæði Fenri og Dusty og samt frábært að sjá hvernig önnur lið hafa verið að slást á móti þeim og eins og maður hefur séð á öðrum mótum hefur Viski gert stórkostlega hluti og oft lent í öðru sæti er rauninni bara fallið annarkvort gegn Fenri liðinu eða Dusty liðinu og þetta er bara núna tækifæri til að sýna og þeir eiga 3. sæti skilið og CPT frekar ekki búin að vera jafn mikið á toppnum eins og við töluðum og lenti í 5. sæti en nú er bara allt undir og ekkert að tapa. Nei, það er einmitt það og en kannski ættum við að fara yfir liðsmenn núna sem að fara að vera í liðunum. Já, það er leikmaður í efstu akrein 4G Gamer í skóginum, Addi í miðjunni, Octopus og Bad Habit síðan saman þarna í neðstu akrein. Skemmtilegt lið, búinir að sjá þetta lið oftast sett saman svona. Já, eru búin að vera oftast bara hérna þessir, ég er ekki búin að sjá neina leiki allavega það sem hafa verið einhver að hoppa inn í og ég er stór aðdáandi á öllum spilurunum, ég er búin að sjá alla þá keppa saman bara núna gegnum árin, leikmaður náttúrulega þetta uppáhalds toppleinurum mínum og það verður gaman núna að sjá hérna seinustu viðureign þeirra núna í Kia-deildinni. Já, algjörlega búin að standa sig stórkostlega og algjörlega eiga skilið að vera hérna og ég er bara mjög spenntur fyrir hvernig hitliðið situr sig upp en það er endar, þú minnir á að þú hafur ekki séð þá stilla sig öðru sig upp en það var náttúrulega bara fyrsti leikurinn í deildinni þá var Bad Habit ekki til staðar. Það er svo satt og það er bara gerðist fyrir löngu. Já, það er svo langt síðan. Það er svo langt síðan, það var fyrsti leikurinn, það var bara einhver tímann í september, það er núna nóvember, hvernig getur maður munað eitthvað svona langt aftur í tímanum, 2 mánuði. Já, en við fáum kannski að sjá bara næsta lið, það er Viski, það er Baunadós sem er í topp akrein, Cat Maniac í skóginum, Siggin í miðjunni, Æen og Penguin God síðan saman hérna í neðstu akrein. Þetta er ekki Viski liðið sem við erum vanir að sjá. Nei, þetta er náttúrulega breytingin af botnakrenni þar sem núna erum við með Æen og Penguin God. Við sáum þá spila seinast og var svona, þetta var ekki alveg sama lið og við vorum búin að vera að sjá. Þrátt fyrir að eins og Æen hefur verið að spila æðislega þegar hann er svona kemst að stað og er svona aðal parturinn í liðinu, sko. Já, mér finnst samt bara, það er einhvern veginn Viski svona kórið, það er Cat Maniac, það er Siggin og það er Mjáki sem að vantar núna inn. Gat ekki verið með hérna í síðustu 2 viðuregnunum. Ég veit ekkert hvað hann er að gera, hann er vonandi að gera eitthvað virkilega skemmtilegt fyrst að hann er að missa af svona mikilvæga leikjum en þetta getur truflað dýnamíkina svo mikið og sérstaklega hjá liði eins og Viski sem hafa spilað saman svo lengi og hafa bara staðið sig ótrúlega vel í gegnum tíðina og það er einhvern veginn alltaf þessir 3 sem eru svona helstu leikmenninir í þessu en við sjáum það núna breytingar bara af því að það er ekki hægt að stilla þessu upp eins og þeir vilja að gera í raun. Þó að náttúrulega Æen er frábær leikmaður. Alveg mikið rétt og ég vona núna að þeim gangi aðeins betur að svona koma sér áfram þar sem ég var svolítið vonsvikinn eftir að horfa á seinustu viðureign en ég trúi að þeir tóku það bara sem leksu og erum að fara að sjá allt öðruvísi Viski heldur en við sáum seinast. Já, ég algjörlega vona það sjáum hvort það er líka séu með draftið á hreinu, það er eitthvað sem ég fannst að ekki vera á hreinu hérna í síðustu viku gegn Fenri en það er svona ákveðin pick sem að Cool Beans team hafa sem ég finnst vera bara örugt bann og síðan sem að má hleypa í gegn og má breyta til en
sjáum hvort að Viski sé sammála mér í því. Það nú ekki allir sammála mér í draftinu en það er alveg hvernig ég pikka en ekki hvernig ég banna. Nei, ég ætla að hugsa að það að fara að vera líklegast örugt Aurora bann hefur verið bannað nánast alltaf á móti Cool Beans team. Hvort það fyrsta bannið, maður veit ekki. Viski gæti náttúrulega bara tekið Aurora ef þeir eru að fara eru hressir í því. En þeir taka náttúrulega bara leikmanni hérna strax. Já, Cassante leikmaður búinn að vera sterkur á hann og náttúrulega þessi hit sé búinn að vera alveg, óþolandi en sjáum síðan Jinx hoverið hinum megin, það eðlilegast að bannið gegn Ægjen, þetta Jinx one-trick deildarinnar, enginn sem hann spilar þetta jafn mikið á hann. Nei, líka mjög leiðilegt að vera á móti ótrúlega góðum Jinx-spilara, bara 100% heldur á leiknum uppi, en meira leikmaður, target auðvitað, Yorick tekin í burtu. Já, mér finnst þeir ekki vera að sitja nógu mikið traust í baunadósina. Nú eru 2 bands sem ég myndi vilja sjá koma frá Viski sem eru þá náttúrulega ekki í boði, bæði Aurora bannið og Caitlyn bannið. Já, hvort að þeir eru kannski að fara að taka Caitlyn bara eða hvort að ég að giska að ef það hefur verið gert þá eru kannski tekið Kai'Su hjá Cool Beans í staðinn en þeir ætla bara að banna. En já, Caitlyn, Aurora opin, stór hættuleg pick, spurning hvort að það sé Sigyn hefur svo sem spilað Aurora, það spurning hvort að þið séu að spila sama leik og í síðustu viku, það sem að Sigyn tekur eitthvað sem hún líður örugt á og tekur frá þeim. First pick að middið samt stór hættulegt. Já, það svo létt að counterpicka þegar maður í solo akrein. Svo við sjáum hérna að vera að tekið bara Ambessa þá af leikmanni líka og þægilegt bara á Bönudós. Algjörlega, en það þá spurning hvort að leikmaður geti tekið bara út úr Renekton hérna. Það pick sem mjög þægilegt inn í Ambessuna og við höfum séð mjög mikið í pro-play svona í gegnum tíðina, en það aðeins öðruvísi. Já. Þeir eru mjög fljótir að þessu líka, það Saya Rakan. Já, henda sig bara beinustu leið í botn akreina þar sem þetta bara komið. Þetta núna geta þeir Viski reynt eitthvað að spila eitthvað inn í Saya Rakan, en þetta alltaf mjög sterkt core af liði. Við sjáum allavega Karma vera valna hérna í líklegast support eða aðstofamanninn. Já, það náttúrulega það sem að top-pickið líklegast komið og Ezreal fylgir eftir. Ægjen reyndar spilar Ezreal alveg gríðarlega mikið líka. Ég hef bæði spilað á mótunum á Ægjen og séðan spila slatt af því. Fáum að sjá Sion Ambessa leik enn og aftur. Ég man eftir að þetta var uppáhaldið að horfa á þegar þú varst hérna fyrir aftan myndavélina. Nei, bara alls ekki, en þetta náttúrulega bara stanslaust að Ambessa, náttúrulega ekkert mana til að trufla og það Kiana bannið sem að kemur í gegn. Þá spurningin þeir að hugsa Control Mage mid. Líklegast, ég giska nema að, ég held að Cool Beans að fara að halda mitt sem seinasta valið sitt hérna og þá geta þeir counterpickað. En þeir ætla samt bara að taka út Akali, ég ætla einmitt að segja að Akali var ennþá opinn. Já. En þá Sigyn líklegast að fara á einhvern klassískan Control Mage. Já, Wukong bannaður í 10. skiptið í það sem sagt bara í þessari útsláttakefni. Það sem að Wukong búinn að vera mjög sterkur í deildinni almennt, en einhvern veginn öll lið búinn að vera að banna núna, einungis Fenrir sem hafa fengið að spila og þarna kemur Vi út hjá CPT. Erum með risa engage komp hérna hjá Cool Beans team eins og það mjög létt fyrir að komast inn. Þeir eru með Rakanin, Vi og Sion sem bara geta hlupið hann inn. Við sjáum hérna Gwen sem svar sem ég giska. Þetta að fara í junglið en Ambessa að fara í junglið? Þetta svolítið svona spurningin hérna. Katt megin ég klálega að fara í... Nei, ok, klálega. Mér langar að segja að sé frekar að fara að taka Ambessa í junglið, leyfa sér Gwen að njóta sín topp. En
Jó. Þú veist, Ambessa getur alveg verið að gera lífið leitt fyrir Sion en mér finnst Gwen bara ennþá öflugur að pikka inn í þetta og núna spurning hvað við fáum inn í þennan Jónei. Bíðum Aurora Búið að vera að bíða eftir þessu Aurora piki. Addi er hættulegur á Aurora og ég hugsa að þetta verði allavega hasa mikil miðjagrin hérna. Já, eitthvað sem ég sé reyndar hjá báðum liðum, það er ekki allt og mikið reyns. Það er þessi Karma Esherald sem að í rauninni halda allir í stjórn þegar kemur að því, þú veist, bara að vera með eitthvað reyns inn í þessum leik. Já. Og þessi Aurora, já, Sæja, það er svona, það gerir eitthvað allavega hana fyrir range handa Cool Beans. Já, samt báðar frekar short range karakters með við það eru reynst en spurning hvernig það tekst fyrir Aurora að hoppa fram og tilbaka þar sem að Ambessa, Gwen og Jónei vilja allir byrja á því að hoppa á bara Auroruna frekar en Sæjuna þar sem að Sæjuna alltaf getur einfaldlega últa til að koma sér úr hættu en ég er ekki viss hvort mér líst betur á sko. Nei, þetta er allavega mjög skemmtilegt hetjuval hérna. Ég er að sjá fullt af svona, þetta er svolítið nýtt hérna að sjá til dæmis Jónei spila hérna. Mjög gaman og Sayara Khan, það er svona ágætlega fjölbreytt með að við Kia-deildina þar sem við erum búin að vera að sjá mikið af bara Caitlyn og Kajsa allavega frá Cool Beans. Já, þetta er akkurat Octopus er búin að spila 2 karaktera í síðustu 4 leikjum og það er Caitlyn og það er Kajsa en loksins fáum við Sæjuna hefur spilað hana í deildinni ef ég man rétt en ekki einhver leikur sem við sáum það á live en við hoppum inn í leikinn. Já, og erum við hérna búin að sjá þá að þetta er Catmaniac á Gwenninni og erum með svona ágætlega standard setup eins og lestir eru bara að hlaupa hérna í þetta 5. Já, kemur mér pínu á óvart að leyfa ekki Gwen að njóta sín topp á móti Sion. Ambessa getur náttúrulega bara hamast á honum eins og hann vill en samt líður eins og það sé. Fengum við gott, flott át á hérna. Taka hérna 100 líf af Batabit. Það er alltaf bara að bakka. Þetta er ekki flókið, fá smá pening fyrir Pengugott og Rakan ákvaði síðan bara bakka eftir það. Mjög eðlilegt level 1. Voða rólegt, enginn að leita neinu. Það er nú, það er nú verðlaun hérna í boði fyrir vinning liði. Svo kannski eru þeir að fara að vera svolítið, passívari heldur en maður myndi búast við. Þar sem það er svolítið svona hættulegt að missa leiki hérna. Já, algjörlega. Það er líklegt að við sjáum rólegri leik en það er líka svo sem bara þessi lið. Þó ég veit að Ægjen sem er komið með núna PSG fyrir framan nafni sitt. Spurning hvort hann hafi fengið að komast inn í eitthvað nýtt lið. En hann segir thumbs up. Já, hann gefur mig thumbs up. Hann bara svarar þessu strax. Nei, en þú veist, það er bæði þessi lið kunna svo vel að spila rólega, spila upp á teamfights, upp á objectives og sjáum hvernig það fer allt hér. Sigyn VAF2 strax komin til turdi hérna, Addi með level á honum, sjá hennan skaða frá Aurora valinu hérna hjá honum. Er erfitt að vera á móti, hann nýtir samt sér pott hérna. Ég held að þetta sé aðalega að tryggja bara að vera komið með þetta held upp á það ef að einhver skóarmaður ákveður að kíkja við. En já, svona með þetta svona all in hjá Jónei, sérstaklega level 3, þá er gott að vera með eins mikið HP og hægt er. Og erum við kannski að fara að sjá hérna, hann er að leita, sýnist mér, eitthvað. Það er ekkert mikið úr því.
Fyrst alltaf ég gaman að sjá hvernig Aurora spilarar eru mismunandi. Hérna kemur Sigyn inn og Addi hoppa burt. Þetta erfitt, en náði að skiptast eitthvað á höggum við hann. Einhvern skaði yfir á Adda. Jóni ennþá með rauða pottinn sinn, en núna erum við aðeins að sjá smá áska milli Baunadós og leikmanns. Við munum sjá nóg af þessu setna meir. Og 4G Gamer að leita. Já, báðir frumskóðamennir eru hérna topsviðs, en núna ætlar hann kannski að hendi kúi, hann kemur flassi frá Baunadós og sýnist ekki að vera neitt meira úr þessu. Katmaniak fær allavega frítt sköttul og hérna kemur Sigyn inn að leita Adda, en þetta er núna ekki með neitt mana eftir og þarf bráðulega bara að fara tilbaka heim. Katmaniak ekki núna að fá 2 krabba hérna. Léttilega bara komin smá yfir núna í farminum. Sjáum að það er 4G Gamer að leita aftur topp. Leikmaður hættulegu ástandi hérna og getur varla hjálpað 4G Gamer, svo þetta er að fara að vera bara 1v1 hérna. Ætlar að koma með kúið og nær fyrsta blóði leiksins. Já, ég hefði frekar viljað sjá 4G Gamer taka fyrsta blóðið upp á peningin, en leikmaður, já, hann er svangur og hún langar í smá. Já, ég hugsa að leikmaður vill koma sér svolítið á þægilegan stað hérna í þessari akrein. Kom með Bami Cinder og er að fara að vera aðeins fljótari að taka niður þessa skósveina. Aðeins rólegar núna, en já, ég held að það sé ekki að fara mikið að gerast í þessu botn-akrein nema einhver skógarmaður mætir á svæðið. Nei, en það er allavega dreki núna komin og er það efnisdrekin. Við erum að sjá hérna smá barda hérna milli Baunadós og leikmanns, en ég er að giska að vera ekki mikið úr því á þessum tímapunkti. Þetta er mikið fram og tilbaka. Baunadós getur náttúrulega pínu leikið sér að þessu stanslaust, ekkert mana til að stoppa hann, en þetta er svo erfitt hérna fyrir hann Sigyn VF2 hérna, þar sem Addi hoppa bara í burtu ef hann ítir á eðið sitt, hann Sigyn. Og ég er svolítið vondri stöðu. Sýnist 4G Gamer vera að byrja að dreka hann hérna einn. Þú er ekki með úti frá Adda hérna, Sigyn VF2 ekki með það, er með flash, er samt ekki að fara að komast í burtu. Og mjög vel spilað hjá Adda. Já, hann veit klálega hvernig á að spila þennan champion og það er ástæða af hverju það er alltaf bannað að Aurora. Mistök hjá Viski í draftinu finnst mér, en já, hvað veit maður, hvernig geta þær komið sér aftur inn í þetta. Þurfa eiginlega pínu að spila, finnst mér, í kringum botn-akreinina, fá Ezreal og Gwen pínu á undan. Leifa Jóni síðan að koma aðeins betur inn. Já, en Jóni þarf náttúrulega bara svolítið að fá smá items og núna gæti Baunadós verið... Nei, þetta virðist bara að vera svolítið skipting á höggum hérna. Báðir ekki að nota últin sín, en Katmaniak er mættur. Sýnist að 4G Gamer mætur honum hérna og Katmaniak fær enn annan krabba. 4G Gamer þarf núna að hörfa, þarf að flassa, er satt náður af Sigyn VF2 hérna og er tekið niður Katmaniak. Sigyn VF2 að spila æðislega hérna. Virkilega vel spottað hjá þeim tveim þarna að geta fundið hann og sérstaklega það sem að 4G Gamer flassar snemma og Sigyn nær að últa þegar hann var að tjartsa kúið sér til að komast yfir vegginn. Virkilega mikilvægt kill til að koma sér inn í þennan leik. Núna þurfa Cool Beans team svolítið að passa, en við ætlum ekki að halda of mikið áfram hérna. Leikmaður... Nei, þetta er bara búið. Röltir í burtu. Baunadós þorði ekki að halda áfram þar sem hann vissi að leikmaður var með últið sitt, er ég að hugsa. Þetta var áhugaverður bardagi hérna. Leikmaður leitar að því að bakka og últa tilbaka, en ákveður að stoppa fyrst að Baunadós ná að trufla fyrra bakkið hans, en ætti nú að vera mjög fljótur að grípa þetta veif og koma sér tilbaka.
Já, þetta ætti ekki að vera of mikið vesen nema nær ekki, jú, hann rétt svo með Bami náði kanon skósveinunum. Já, fallbissu skósveinunum. Batabit að leita hérna af Sigga Vaft2 en sýnist ekkert verða úr því. Og nú eru Hasanir svolítið byrjaðir. Já, samt ennþá frekar rólegt. Spotta hérna út Penguin God og 4G Gamer eru að koma að hjálpa. Þetta geti vorðið... Sigin líður eins og hann viti eitthvað en Penguin God lappar mjög langt til að vorta. Er með flash, þarf að nota hérna en er últarinn af öllum og er beat af Warfare eða hildardáð. Handa Coolbeans team. Þetta var mjög vel spottað hérna, þeir spiluðu þetta mjög hægt. Já, leyfðu honum að stíga aðeins lengra upp til að fá þetta vision og núna Siggin í vandamálum. Gæti verið Addi hérna og Octopus er að fara að komast hérna á hann. Ætlar hann að reyna að ná Octopus líka niður en sýnist. Hann gæti komist upp með að Barrier notað. Hann náði hann að taka svolítið flashið og Barrier af Octopus. Bara náði öllu af honum. Það er ult, flash og Barrier sem betur fer fyrir Octopus er mjög langt í næsta bara objective, það er drekin eftir 1:40 rétt rúmlega. Gæti verið komið með Barrier sér tilbaka en ekki kannski flashið þar sem aðeins lengra á því. Já, allan komið með ultið og vonandi Barrier áður en að sá bardagi byrjar. En leikmenn þetta bara að sína fínan takt eftir að fá þetta kill. Sýndist hann þurfa það til að halda sér hérna jafnt við Baunadós. Já, það er náttúrulega líður frekar vel þarna með eldinum og auka vestinu en þetta er pínu bara farming simulator þar og Sion líður ágætlega meðan það er svoleiðis. Já, það er svolítið hættulegra þegar Baunadós er komin með einhvern skaða á sig en kannski verður leikmaður bara orðinn það mikill skriðdrykkja, ekki mikið að gera í en sýnist eins og það er að fara að vera dífa hérna og Octopus ekki með ulti sitt, né Barrier, né flash, eitthvað sem þeir vita. En Katmaniak núna er einn Penguin kemur hérna til að hjálpa honum. Eru samt Charmar hérna af Batabit og allir eru komnir. Addi tekur niður Katmaniak og hann kemur risa ult frá 4G Gamer til að taka niður Penguin guðinn. Hérna er Siggi Vaft2 núna á hlaupum. Er með Q til að koma sér í burti en þurfti að nota flashið. Batabit og Addi eru samt ennþá að elda. En var það ekki meir úr því og Coolbeans komu á undan þarna. Já, Coolbeans spiluðu þetta virkilega vel, voru mjög rólegir. Octopus gerði vel að hreinsa þessa skósveina áður en þeir gátu gert einhverja árás undir turninum. Hann ekki með risa út frá Siggi Vaft2 en hittir ekki. Hann heldur samt áfram og er virkilega að reyna að taka niður Adda. Addi er það að vera nóg, ekki alveg. Virkilega vel spilað hjá Adda. Hann veit alveg hvað hann er að gera í þessari miðju akrein. 2-0-3 og var að fá sitt fyrsta item. Við erum að sjá fyrstu items vera detta inn eða bara hjá öllu liðinu hjá CPT. Og einhver item skoðun hérna hinum megin bæði Baunadós og Katmaniak. Er þetta svona ágætlega jafnt eins og 2000 kall munur er ekki eins mikið á mér heldur? Já, en það er samt svo mikið meira en það þegar við skoðum að þeir eru bæði með maðkana og 2 dreka ofan á það. Þannig að það er klárlegt all þarna hjá CPT. Já, og er það ekki rétt að þeir eru komnir með hildardáði núna þar sem þeir eru búin að taka 3 objectives og 3 kill? Jú, við sjáum það akkurat á Bad Habit sem er komið með hérna uppferða skó. Þó hann sé ekki búin að kaupa betri uppfærsluna. Nei, einmitt er þarna auka 5 movement speed eða eitthvað þannig fyrir þessa skó. Sjá hann að skaða hérna, Electrocute notað. Var Tabit og 4G Gamer eitthvað að leita hérna? Ég er ekkert allt of vongóður fyrir þetta viskilið í þessari stöðu.
Þetta allan orðið frekar erfitt. Sko, bæði Aurora og Sion eru svo sterk seinni partinn á leiknum og sérstaklega þeir eru fá að vera Aurora kemst á undan, Sion fær að farma í friði. Þetta virkilega erfitt að komast aftur inn í þennan leik. Já, við erum að sjá núna Siggi nær últinu á Adda með Penguin og Kamaniak hérna. Það að fara að vera nóg? Hann kemur teðrið og hann rútinn eins og en Siggi orðinn mjög lár. En hann kemur leftinn frá toppakreininni og þetta að fara að vera mjög döður. Kamaniak, Forty Gamer enda komin að Penguin sem nær rétt svo að lifa af. En Cool Beans team heldur áfram að vinna þessa bardaga. Ótrúlegt hvað Bad Habit náði að híla hann bara með kúnu sínu fyrir Adda og eitthvað fleira. Ég átta mig ekki alveg á því hvaða híl þetta var því að hann var ekki með hílið sitt uppi. Það að koma núna en ekki með redemption heldur. Kannski bara Q-maxa hérna með Idol til að gefa sér aðeins meira heal og shield power. Gæti verið eitthvað í þá áttina. Já, og Ian núna spottar út Adda hana með bleika vorti sínu og það samt verðt aðtúa, hann með mestu skósveina í leiknum 140 eins og sem 10 á hverja mínútu. Svo hann að standa sér allan ágætlega bara að chilla. Já, en það mjög erfitt að bara chilla inn í þetta lið sem að vinna allstaðar annars staðar á leikvanginum. Þessi Ezreal, mun örugglega gera slatta skaða en á meðan Sion stendur fremstur þá hann ekki að fara að hitta rétti mennina. Þessi Gwen þarf allan að gera mjög mikið til að byrja svona liðsbardaga hér á eftir. Já, og við sjáum kannski Kamaniak byrja að gera aðeins fyrir skaða þegar item 2 komið í hús. Og þurfa Cool Beans aðeins að virða það, ég að giska, sem Gwen verður ágætlega sterk á þessu second item, Power Spike. Já, algjörlega, hún verður mjög sterk á því og það almennt talið ef þú nærð level 9 ertu orðin sterkur og þegar þú komin í 2 items ertu orðin mjög sterkur. Þetta að vera sterkur þegar all liðið komið hérna og Kamaniak últaður af Forty Gamer tekið niður, vissi ekki hvað gerðist sem allt liðið hjá Cool Beans birtist bara fyrir framan hann. Cool Beans að spila mappið miklu betur hérna, að finna alla réttu staðina til að berjast og þegar það lítur illa út fyrir þá einhvern veginn náðu þeir að snúa sig við en hérna bæði núna fyrir Skellrúnu og áðan fyrir Maðkana þá fundið þeir pikkið áður en þeir fóru í þetta og eru Viski enn eftir að finna eitthvað neutral objective? Já, næsta í boði væri bara drekinn hérna eftir 10 sekundur, hann eldur en eins og staðan verður erfitt fyrir Viski að taka hennan dreka. Allstaðar eru þeir eftir á. Já, þetta lítur ekki vel út og ég myndi segja að þeir eiga bara að telja sig pínu heppna við það að bæði Octopus og Addi séu ekki komin í þessi 2 items en ég held að þeir eigi samt ekki séns í að reyna að berjast fyrir hann að dreka ekki nema Addi og leikmaður haldið sér í toppakreinu þarna kemur Addi niður. Þeir ætla að reyna allavega að vera 100% vissir að þeir fáið hennan dreka. Addi kemur til að taka bara skósunan hérna í botnakrinni og við sjáum bara tapit fyrir aftan Siggin V2 hérna. Spotta hann út, spurning hvort það velji reyna eitthvað en Addi hann að mæta þér. Hann veit ekki af tapit hérna og núna tekið niður svolítið hættulega lágt niður og hann gæti labba beinustu leiði þetta í Batabit, hann þarf bara að bakka fyrir framan hann, últinn koma frá Batabit og Forty Gamer og hann tekið niður hérna, algjör feluleikur í gangi hjá Batabit.
reiður kísi kemur út hjá honum. Þetta var, já, algjör feluleikur eins og segir. Finnur síðan loksis byggið, beið. Ótrúlega þolinmæði hjá honum. Við erum að sjá mjög stjórnaðan leik hjá Cool Beans. Það eins og þeir viti bara nákvæmlega hvar allir eru hjá Whisky. Og eru þeir að fara líklegast ná hérna öðrum turni nema Kameneik, Ægin og Penguin God stoppið það. En sýnist að vera erfitt. Kameneik gerir risaskaði hérna samt. En Redemptionið frá Batavit gerir þetta svolítið erfitt að gera eitthvað meira. Þannig kemur leikmaður, hleypur mjög hratt en sýnist ekki að vera meira hérna. Er líklegast ekki að fara að drepa Bönadós. Nei, en það skiptir ekki máli. Hann fekk það sem hann vildi og það voru skósveinanir. Því meiri skósveinar, því betra. Það sem að hann náttúrulega verður bara sterkari og sterkari. Endalaust helð sem hann getur stakkað þessi champion. Og hundlegilegt að díla við hann þegar maður er komin í, já, seint inn í leikinn. En Siggin að leita. Hann ætlar endalaust að halda áfram. Hann veit alveg að ef hann kemst ofan á Adda, þá er hann alveg með sjens, þrátt fyrir að vera svolítið eftir á í gulli. Jóni er bara þannig hetja. Ég held að þessi er mjög erfitt núna þar sem að Addi var að komast aftur heim og var að kaupa item nummer 2 og einnig með 4 Dark Seal stakka á sér. Bara tapir núna. Þetta er ekki maðurinn sem þú vilt vera að berjast við, en sýnast að Bönadós er nógu hræddur við að einhverjir úr Cool Beans er á staðnum. Var ekki með Night Vision þarna í skóginum, þannig að erfitt að segja til hvort hann eða bara megi fara inn, en ákveður að leita þess að þetta svona. Já, er að gera þetta helling skada hérna. Bönadós ætti virkilega að reyna, hann er sterkur, er með 2 item hérna. Núna erum við að sjá eitthvað að gerast hérna þar sem að Atgeir er núna komin til leiks 20 mínútur og eru bæði liðin svolítið að berjast stjórn hérna. Penguin God og Bönadós á móti 3 úr Cool Beans. Já, rólegt samt þrátt fyrir það. Allir svona, já, reyna að leita einhverju, bæði þessi lið voða róleg, voða þolinmóð í kringum þetta, ekki að forsa neitt, ekki að reyna að búa til eitthvað sem að lendir síðan bara í einhverju algjöru bulli, en þannig að Bad Habit ákveður að byrja að keyra, en ég held að þetta sé nú aðalega bara að draga hann burtu og leika sér. Aðeins að svona sína, bara leika sér einmitt og en þeir eru samt sem áður svolítið að svona vafra þarna yfir þessum Atgeiri. Leikmennuna kannski í smá vanda hérna við Siggan VAF2 er samt ekki að fara að koma eitt alveg. Bönadós núna er tekin af rakarinn. Kameneik sem kom í bakið á Adda. Bönadós er hættulega láriðna, Octopus er komin líka og núna er þeir bara hérna 2. Siggi VAF2 kemur hérna með fjarflutningunum og þarf að byrja að hoppa inn í þetta. Hittir samt engan, Bad Habit er ennþá lífi. Octopus er að gera risa skada með Adda með ultinu og þetta hefði getað farið alls konar, en Cool Beans sýnist mér vera að rústa þessum bardaga og 4 detta niður hjá, 5 útrýming á Whisky. Já, útrýming á Whisky, virkilega vel spila hjá CPT. Ferskir fætur á þeim öllum, ná að komast úr svona versta skaðanum sem að Whisky gat boðið upp á og sérstaklega Addi og Octopus sem að það var aðal meiningin að ná þeim fyrst niður, en þeir stóðu sig gríðarlega vel að bara, já, standa á réttum stað og færa sig áður en eitthvað gerist. Þetta var svo vel spilað hjá öllum í Cool Beans. Þetta var aðalega bara svona mekanískt hjá þeim. Þeir náðu að fara frá öllum skaðanum. Mér sýndist eins og Whisky var að fara að fá allavega 1 kill þarna, en það gerðist ekki. Og er núna staðan 1-14 og sálinn er í boði fyrir Cool Beans. Já, þetta er
eiginlega bara leikur, það svona næstu komið á það. Ef ég er Viski þá er ég hreinlega bara að senda Cap Maniac í eitthvað suicide mission að reyna að ná þessum dreka á meðan ég reyna að fá gull í topp agrein á meðan eða eitthvað svoleiðis, senda bara Baunadós topp, reyna að fá þetta turretir, fá allan að botn agreinina, turnin þar fellur. Aldi er að leita, Cap Maniac tekur þess að skaða hérna og drekinn byrjar. Cap Maniac það virkilega að reyna að hoppa hérna inn en búinn að nota tvöðlaffið sitt. Svo þetta er hættulegur leikur, hann er samt kominn á, dreka nærunum rétt svo ekki, en það er mikill háski í gangi. Er Viski að vera að ná einu killi eða ekki? Cap Maniac orðinn hættulega lágur, Baunadós í baklínunni, Siggi Vaft er að reyna að gera einhvern skaða inn og Forge Gamer og leikmaður, en Baunadós og Beinkun tekni niður og útrýming á restina af liðinu, 1-19. Þetta er slátrun á Viski í þessum leik. CPT er bara að spila betur, alveg klárlega með þetta á hreinu. Mér finnst það hreinlega að vera óþarfi hjá þeim að taka þetta 50-50 dreka, smæt, barda, en það bara skipti engu máli það sem þeir taka liðsbardaðan beint eftir það og ætti að vera bara með leikinn hér eða hvað. Nei, ákveður að hafa ekki tími í þetta, en já, allan að byrja að banka virkilega vel inn á þetta base. Við erum núna að sjá alveg mjög mikla stjórn hjá Coolbeans. Þeir ætla ekki einu svona að gefa þeim eitt auka kill. Það var hann, Forge Gamer eini dauðin í leiknum eins og og þeir virkilega vilja halda þessum fullkomna leik í gangi. Já, það er skemmtilegt allavega að sýna fram á fyrsta leik að hafa hann svona fullkominn og já, hausinn hjá Viski þarf að virkilega vera í lagi til að geta mætt yfir í næsta leik. Ég til þá allavega eiginlega ekki eiga séns á að komast tilbaka hér þrátt fyrir það að CPT eru svo sem þekktir fyrir það að henda þessu pínu frá sér og klára það síðan seinna. Það er akkurat það sem við töluðum áður við fórum í leikinn. Það er ástæðan af hverju CPT er vanalega svona lengi í þessum leikjum, en eru búin að sýna svo stöðugt spil, svo virkilega vel spila hjá þeim bara gegnum allt. Það skiptir engu máli hvað er í gangi, þeir eru bara að spila saman, spila stöðugt og já, eins og þú segir, mekaníska spilunin er frábær. Við erum líka að sjá hérna 25 staks á matchasið hjá honum Adda. Cap Maniac og Baunadós, þeir hugsa bara að já, við þurfum að gefa baroninn til að fá hérna turn hérna. Gæti verið bardaðina leikmaður og Addi eru núna mætaðum hérna, en þetta gæti verið þeir að henda þessum fullkomna leik í burtu hérna. Leikmaður hendur í flassið, náður honum ekki og Addi er ennþá lifandi, er samt líka með flass og enginn deyr. Forge Gamer mættur samt og það er Siggi Vaft 2 sem við tekið niður. Þetta er virkilega að reyna að ná leikmanni, en varð ekkert úr því. 1-20. Já, og þeir halda áfram að elta, þeir vilja ekkert leyfa þeim að koma strax tilbaka. Forge Gamer, já, nær honum ekki hana, en þetta ætti að vera búið bara hér og nú. 1 push í viðbót, 1 bardaði í viðbót og CPT eiga að taka hana leik. Rúmlega 10.000 króna munur á þessu liðum. Alveg mikið og hugsaðu það með öllum objektifunum þar sem þeir eru búin að taka allt. Þá er munurinn enn stærri en þessi gull munur. Fengum hann að snögga mynd, sína að Cap Maniac er ekki hérna botn agrein að hjálpa liðinu sínu, þannig að þessi turn ætti að falla og á meðan er Addi að íta skósununum í miðju agrein líka fram og leikmaður í topp agrein, þannig að þeir eru að byrja þetta vel, gott push. Addi er að leita. Siggi Vaft er tekinn hættulega lágt niður með einu kombo frá Adda, en núna er að vera Cap Maniac tekinn niður hérna af Forge Gamer. Þeir eru allt of eftir á og það hlýtur að vera að þeir falli hér og nú. En hvort að Coolbeans haldi þessari stöðu, það er spurningin. En þá hérna að reyna að vernda turnana. Mér sýnist Siggi Vaft hoppar hérna á Forge Gamer.
gæti verið að nærunum ekki eins og bara tappið samt. Þeir halda áfram að lifa af rétt svo og það að fara að koma risa últ frá Adda. Allir í Viski virðast vera að detta niður hérna. Siginu af 2 að reyna að gera eitthvað skada en Borgi Gamer, Octopus eru að ýta þeim inn í brunnin sinn og þetta Nexusið líklega að fara að falla hérna á endanum. Já, þetta kemur hérna, leikmaður klárar þetta hér og CBT byrja virkilega vel í þessari viðureign. Hrikalegur fyrsti leikur, ég held að enginn var að búast við þessu. Við erum að tala um það, Viski, þetta liðið akkurat sem við vorum var búið að vera hana á toppnum þangað til þeir mæta akkurat Fenri og Dusty í riðlakeppninni og hafa ekki tapa á móti neinum öðrum nema hana mistu 1 leik í 8 liða úrslitunum reyndar á móti. Nú ég að reyna að muna hverjum, var það ekki Capo? Það var Capo sem vann Dusty. Já, ég að hugsa Viski sko. Á Viski? Í 8 liða úrslitum. Já, það var VAM. Það var VAM sem hann tók þá þar. Þannig að það eru 3 lið og núna loksins 4 sem að hafa unni Viski. En ég held að enginn hafi unni Viski svona örugglega og CBT bara koma hérna út með statement. Ég verð að segja að þetta var alveg ótrúlegu leikur. Ég átti bara alls ekki vona á þessu. Þetta var klikkað. Ég held að ég hef aldrei séð svona mikið svíp bara í deildinni eins og meiri sé að Dusty hafa verið að deyja hér og þar allavega einu sinni eða 2 svar. Þetta var bara 1 dauði hjá Coolbeans og þeir spiluðu svo vel. Bara allt fullkomið hjá þeim, spurning hvort þeir geta haldið þessu áfram eða hvort að Viski, finni einhverja lausnir. Þau þurfa allavega að byrja leikinn betur ef þeir alltaf komast eitthvað inn í þetta og það sérstaklega þessi teamfights eitthvað sem að þeir þurfa virkilega að líta á. Já, einmitt. En með stöðuna 1-0 fyrir Coolbeans þá ætlum við að renna í auglýsingar. Sjáum þetta smá. Býttu hann að skipta akrein?
Jæja, velkomin aftur í Kýrdeildina. Við erum að fara detta snögglega inn í leik 2 af þessari seríu og við erum að vonast eftir aðeins einhverju breytingu núna. Já, það þarf að vera einhverja mikla breytingar hjá Viski til að komast aftur inn í þessa viðureign og annars erum við bara að fara að snemma heim hér í kvöld sem að ég held að enginn vilji sjá. Við viljum náttúrulega fá góða 3 leiki. Þetta var ekki byrjunin sem að kannski við vildum eða vorum að búast við, en mér fannst það samt æðislegt að sjá CPT spila svona og ég held ángríns ég hef aldrei séð þetta lið spila svona vel áður og sérstaklega á móti liðið eins og Viski. Já, ég var svolítið bara hissa. Þetta var mjög svona hvað er í gangi leikur. Cool Beans voru bara að spila svo vel. Þeir fenguðu samt alveg mikið af hetjunum sínum og það er hugsun hvort að núna verður það aðeins erfiðara hetjuval fyrir þá. Þeir eru komið allavega svona power pickin sín, eru svolítið farin, Aurora til dæmis. En það verður svolítið gaman að sjá, myndi ég segja, hvað er að fara að velja núna í þessum leik. Já, algjörlega. Bad Habit, samt alveg klárlega spilari sem er þægilegur á mjög mörgu. Erfitt að banna hann út. Octopus spilar hann að leika aðeins svo mikið, þannig að hann kann á allt og mikið aðeins í Champions. En náttúrulega Kaisan ennþá hann í boði. Það er 46% pocket pickið hans eins og hann sagði mér allavega. En síðan það er náttúrulega Caitlyn bannið kom hann út á hann. Þeir voru reynda mjög fókust á topp agrínina hann, bönnuðu bæði Yorick og það var Kassantin alveg rétt. Þannig að spurning hvort þeir vilja breyta því eða hvort þeir vilja halda því bara svoleiðis í gegn. Sion náttúrulega sterkasti tank bara í leiknum í dag, þannig að hann er allavega á dottinn út líka. Já, og það þýðir einnig að Bönadós getur ekki spilað Sioninn. Ég hugsa að Bönnin hljóta að vera svolítið svipuð. Við erum ekki alveg vissir á hvaða hlið Viski velur, en ég hugsa að hljóta að velja rauðu hliðina núna. Counterpickið það er mjög gott að hafa það. Já, við sjáum að Viski elskar að reyna að pikka eitthvað power pick í annarkvort miðju eða topp akreinina þegar þeir eru á bláu hliðinni, sem að hefur kannski ekki endilega gengið alltaf vel, en við sjáum líka þeir ekkert endilega að pikka mjög mikið counter pick þegar þeir fara yfir rauðu hliðina. Þeim líður betur á einhverjum ákveðnum picks og pikka freka bara sitt lið, sitt komp, og ég ekkert viss að þeir fái allt og mikið út úr því að vera á rauðu hliðinni, ekki nema það bara að frekar sitja þá CPT í þá stöðu að counterpickið ekki annað til staðar. Þó mér fannst nú counterpick ekki vera kannski málið hjá CPT heldur. Nei, það var náttúrulega bara að Aurora var opinn og mér líður eins og að Addi hefði léttilega getað pikkað þetta undan. Hann var bara svolítið svona óviss með kannski að lenda í einhverjum risa counterpicki. Hvað sem það er inn í Adda á Auroru, ég veit það ekki. En hvað er svona, fyrsta val sem þú heldur að gæti verið að koma út núna? Ég vil sjá meira jungle priority. Ég vil sjá Cat Maniac á einhverju eins og mögulega Wukong sem þeir bönnuðu áðan. Mér finnst það að vera frábær Wukong player og komið bara pínu á óvart að þeir hafi bannað annað en það. Ekkert sérstakt sem að ég vil sjá, held ég CPT pikka fyrst nema Caitlyn sé ennþá opinn, þá er það klárlega eitthvað sem að Octopus bara það öruggar á, það skiptir engum máli hvað hann er að spila á móti. Þegar við dettum inn í þetta við sjáum hérna í miðjunni hvað eru spiluð áðan og það er bannað núna að pikka það og Viski er á rauðu hliðinni. Þeir hugsuðu, bláa hliðin virkaði ekki, þá er það rauða. Ég hugsa að gæti líka verið upp á mental. Ég hugsa maður tapar svona illilega, þá vill maður bara svona breyting á landslægi. En við sjáum allavega
sömu bönn vera detta í hús. Já, algjörlega Rumble og Cassante eitthvað sem að þeir vilja alls ekki sjá. Jinxin klárlega eitthvað sem að þú átt að taka af ægin, þú mátt ekki leyfa þessum spilara að komast á Jinx, bara sama hvað. Það eitthvað sem álíka bara að vera svona permaban, þess vegna bara fyrst, sko. Ég held að þeir búast alltaf bara við þessu, en nú spurning, kemur Yorick nei, byrja á Caitlyn, ekki nákvæmlega sama röð allavega, eitthvað að spá út í þetta, en þá náttúrulega eru með rauðu hliðina núna fyrir counterpicki inn í Yorick. Já, ég hugsa að ég vill ekkert vera blinda Yorickin eitthvað endilega. Það svo mikið af hetjum sem fara svo illilega inn í Yorickin. Það sáum þetta bara Worlds í seinasta leiknum þar sem Yorick var, tekin og étin algjörlega. Já, algjörlega. Irelia bann. Já, Yorickin ennþá í huga kannski. Þetta aðal Yorick counterinn og nú verða þeir eiginlega að kannski bannan nema þeir eru með eitthvað eins og Camille kannski sem kemst inn í hann. Já, það að taka þetta út. Camille eða þá hreinlega bara tankin í þetta tjóka þinn mjög góður inn í Yorickin. Það eitthvað sem að ég persónulega tek inn í Yorick, það sem að mun einfaldar að spila það heldur en Camille og Irelia og ég ekki svona mekanískur eins og þessi bestu spilarar eru. En núna CBT með fyrsta pickið, hvað vilja þér hér? Það Wukong, það eins og sagðir. Ok, ég sagði að Viski vildi fá þetta í fyrsta pickinu. Þeir ákveða að vera rauðum með þetta. Þannig að CBT tekur það bara. Já, hvað eru þeir að fara að taka hérna inn í Wukongin þar sem ég giska að þetta eitthvað sem þið kannski vildu. Hvað að fara að vera svar hérna? Við erum búin að sjá náttúrulega Jarvan alltaf. Við erum að sjá Jarvan, Wukong, alla leiki, svo það gæti verið að við sjáum Jarvan. Já, ég ekki sammála Jarvan inn í Wukong. Mér persónulega finnst Wukong alltaf vera með betri hliðina á þessum barda. Sama hvað þú ert að gera í raun, þar sem að Wukong bæði knock-upið og þetta invisibility til að komast líka bara frá Jarvan. En það plus með þess að armorstaki, sko. En ég ætla einmitt að segja að Jarvan og MF, MF getur verið náttúrulega eitt af þessum picku sem, þú vill með Jarvanum. Últið náttúrulega að fara að festa einhvern inni. Og Miss Fortune getur svolítið bara að leikja sér með að íta á R-takan sinn. Já, spurning hvort við fáum að sjá bara Nautilus sem að stendur fyrir framan MF-últið eða hvort við fáum að sjá Nautilus sem að blokkar eitthvað. En Tristana picki kemur út fyrir Octopus, þetta eitthvað sem að hann elskar að spila. Hefur mjög oft gert það og held ég mjög þægilegur inn í MF á Tristönu. Getum við að sjá eitthvað stertur svo Tarek Tristana, eitthvað sem var að spila nei, við ætlum bara að sjá Passion Brom með að fara að gera alveg eitthvað til að taka einhvern skada frá MF allavega. Já, Brom þekkt pickin í MF, þessi skjöldur gerir svo mikið bæði bara móti últinu og náttúrulega líka kúið, þar sem að það getur gert svo mikið skada og skjöldurinn stoppar það tvennt algjörlega. Poppy. Ég hrifinn af Poppy hérna aðalega bara, að fara aðeins að taka úr engage-inu hjá Wukong og Tristana. Það allavega allir í liðinu hjá Cool Beans með dashes eins og Já, algjörlega. Ég aðalega að spá hvert þessi Poppy að fara. Þetta líður eins og þeir séu að hugsa þetta allavega support núna. Ég bara veit ekki af því að mér líður eins og Poppy sé ekkert rosalega góð með MF af því að MF vill festa eitthvað niður og Poppy vill helst skjóta þeim í burtu. Já, ég hugsa það sama nema náttúrulega bara að það smá knock-up í últinu. Það ekki mjög langt ef þú ert ekki að chargea það. Nei, það náttúrulega, ef þú notar Poppy últi þannig þá getur alltaf bara klikkað og þá knockar þeir bara rétt upp í staðan fyrir að skjóta þeim yfir allt mappið. Hwei, Sylas, Akali. Þetta eitthvað sem er mjög klassíst
mjög mikilvægt sælaspann hérna. Hann með góð úldís til að nota allan strax. Já. Nei, við erum að fara að sjá Ari-bann hérna kannski. Aðeins öðruvísi. Já. Kjana opinn. Hvort að þið vilji taka Kjönu hérna spurningin. Þú vilt geima þá Kjönu pikki freka fyrir last bara upp á það að þú sjáir að það sé einhver controlmates að fara að vera hana í miðinni hinum megin. Það svo óþægilegt að taka Kiana blind mid. Já. En það akkurat það sem við erum að fara sjá. Það Ornn tekinn fyrir baunadós. Ég hugsa að það ekki fara að vera Kiana þar sem að vantar smá upp á AP-skaðan hérna, galdraskaðan fyrir Viski. Ég að gíska eitthvað meira standard í miðjunni hjá Viski. En við sjáum Aatrox hérna pikkað af leikmanni. Ekki mjög klassísk pikk inn í Ornn, en klálega almennt gott pikk inn í þetta lið ef þú getur komist framhjá svona þessi fyrstu tveim. En það akkurat það sem Aatrox leitast eftir, það að koma einhvers staðar á bakvið, og meðan við hvað CPT var að gera í síðustu leik, þá kemur mér ekki óvart ef hann kemst þar. Þetta að fara að vera 6 á Octopus eða 6 mid? Ég hugsa að þetta getur verið bæði. Addi getur svo sannlega bara tekið 6-in, en það gerir þetta allavega að flex-pikki hérna, og þá þetta last-pick kannski aðeins meira gisk heldur en það ætti að vera handa Viski. Já, vantaði náttúrulega bara magic damage og þannig kemur Tali út. Þeir ætla að vera að blokka út þessi dashes, jumps og alliðis hjá CPT. Það planið hjá Viski, það í rauninni að reyna að festa þá niður þegar þeir hoppa inn. En ég fíla að þetta eru allir í liðinu hjá Cool Beans eru með dash að einhverju leyti. Að einhverju leyti. Aatrox og Braum náttúrulega ekki kannski þekktir fyrir það og heldur svo sem ekki Six það sem hann þarf að nota bombuna þá á sjálfan sig. En jú, vissulega ef þú færð þessa Talíu inn í Sixin þá getur þú nota það þannig að þegar Six ætlar að reyna að hoppa burt að þú leggur niður steinana og þá fer hann ekki neitt. En sama svo sem með Tristana, en hún náttúrulega þetta jump mechanic hjá henni eitt af skrítnasta í leiknum. Já, getur svolítið bara hoppað úr allskins vanda þrátt fyrir að kannski ætti hún ekki að gera. Blitzcrank hook kemur til greina til dæmis. Já, bara öll hook sem þið dettur í hug. Nautilus, Pike, Blitzcrank, Thresh, skiptir ekki máli hvaða hook það Á meðan þú tímasettur það rétt, þá getur þú samt hoppað í burtu þó þú sér þittur að því. Ég held að Urgot eitthvað svipaður í þá áttina. Það eru nokkur dashes í leiknum sem eru eitthvað skrítin. En Tristana allavega mest þekkt fyrir það sem leðilegt að vera blitzcrank í botnægrinni og húka Tristanu. Já, líka bara hvað þetta tekur stórt svæði, hvað hún kemst langt í burtu með þessu hoppi. En maður skoðar þetta aðeins, það svipa reyns í þessum liðum. Erfitt fyrir Wukong að komast hérna inn. Aatrox þarf virkilega að finna einhvern stað til að komast á bakvið. Þessi Poppy þarf að vera vakandi fyrir því hvar þessi Aatrox að leita að komast inn. Og þetta svo sem frekar mikið sett á Poppy hérna. Hún á að geta vendað alla í liðinu á sama tíma einhvern veginn, en Ornn auðvitað virkilega góður í því líka. Siggin, þessi steinar gera ekki jafn mikið finnst mér, en sjáum hvernig þetta fer. CPT, spurning hvort þau sé að leita einhverju level 1 cheese hér. Siggin fer í hinu áttuna, hann spottar þetta ekki. Catmaniac að labba þessu, labba sem betur fer aftur tilbaka. Já, sér núna allir og ætla líklegast bara að hörfa. Engir hooks í boði. Þetta var óþægilega nálægt þegar þú opnar þessa indislegu dós. Æðislegt hljóð í þessu. Elska Red Bull auðvitað. En núna þarf Viski að spila aðeins öðru í þessu leik. Við erum að fara vonandi sjá þá ná svolítið að þegar þeir að gera eitthvað, ná allavega killinu.
Cool Beans þarf líka bara að spila verð. Já, þú veist, það samt, sko, þú veist, Cool Beans spiluðu náttúrulega glæsilega leik á það, en hérna Viski að hugsa, við erum með fleiri leiðir til að bara læsa það niður. Síðasta leik vantaði náttúrulega pínu CC, það, þú veist, Jóney þurfti að gera þetta frekar mikið sjálfur í staðinn fyrir að liðið væri eitthvað fast einhver staðar og hann geti bara komið einfaldlega inn. Þá var náttúrulega bara Gwen í djunglinu og var ekki Ambessa. Sem þú gæst gert, það var líka Karma í aðstoðamanna rólinu og það var svolítið erfitt að festa niður. En núna þeir með ekkert nema CC og vonandi náðir þá aðeins að koma sér á kortið hérna. Miss Fortune að byrja með kemur mér á óvart. Venjulega tekið kúið til að gera meira damage, en hugsa kannski inn í drauminn eða eitthvað. En hver veit, hann náttúrulega Batabi byrjaði ekki á E-inu held ég og en það hlýtur að vera einhver hugsun á bakvið. Þeir eru náttúrulega með First Strike, það eitthvað. Sjá smá pot í miðunni. Ætti að vera frekar rólegur leikur. Liðin eins og Addi sé að spila bara frekar hátt uppi með það hann sé að spila Siggs. Siggin ekki langt frá því að grípa hann þarna með knockbackinu og Addi hendir eina mörgæs fyrir okkur. Gott dab frá Adda og samt sem áður núna, hann aðeins hotlar hérna í manaðinu. Getur verið aðeins lengur í miðju agreininni. Og núna Penguin God hérna eitthvað að leita. Það nú ekki mikið úr því eins og erfitt fyrir Poppy að gera eitthvað ef hann næri þeim ekki upp við vegg. Ég spenntur að sjá hvernig hoppið og E-ið hjá Poppy bara að gera, en sjá hann skaða hérna. Penguin God bara hoppar svo, lappar bara inn í það og þarf að flassa. Smá furðuleg spilun hérna. Já, Penguin God lappar löngu leiðina tilbaka til að tryggja sjálfu sér. Ægin stígur upp og Octopus sér strax tækifærið. Penguin God síðan allt og seinna inn í þetta, ákveður að lappa samt inn og tekur allt og mikið skaða. Addi að spila hættulegan leik sem betur fyrir Siggin ekki með nógu mikið mana til að gera mikið meira í þessu held ég. Samt með pottana og eru báðir með 2 potta. Addi notar sinn hérna aðeins að fá smá líf tilbaka. Bæði kóngurinn og apinn hérna sikkurum megin við miðju agrunna, en ákveður báðir bara að fara tilbaka í heimavöllinn og leikmaður að leita að einhverju aðeins meira hérna á Baunadós. Baunadós hérna náði ekki knock-upinu og það mjög dýrt. Það sem Q-pillarið datt niður áður en hann komst að honum. Og núna samt hann kemur risa frá honum. Penguin God nær rétt svo einu hérna í vegginn og turnin að skjóta á Octopus og fyrsta blóð fyrir þetta botnagrunni hérna. Penguin God að leita ennþá, en Batabi nær að lifa af. Já, Penguin God klárlega sá tækifæri og lagar fyrir sín fyrir mistök þarna, þar sem að Octopus tekur aðeins of langt skref upp undir turnin, var að leita aðeins meiri skada, en það endar ekki alltaf vel. Nei, getur verið dýrt, en eins og leikmaður standa sér mjög vel hérna inn í Orn og komið smá mun hérna á skósveina tali þar. Annars þetta frekar jafnt fyrir utan smá gull hérna á Penguin God. Já, það erfitt að spila Orn inn í Aatrox, en ef þú veist hvað þú ert að gera þá það klárlega hægt og Baunadós reyna sitt besta að halda sér inn í skósveinatalinu og ekki missa allt frá sér hérna til að byrja með. Siggin að leita strax niður í botn akrein þar sem að drekinn kominn og hér mætir Capmaniac á konginum til að byrja þetta. Þetta að vera aðeins öðruvísi leikur þar sem að Viski byrjar á særunu. En Cool Beans
ætla ekki að gefa þetta frítt og eru hérna svolítið að leita eftir einhverju. Penguin Guð hérna að leita af Forge Gamer eða Octopus, notar núna tvöfaldafið sitt sem að fara að vera kannski nógu gott. Þarna samt Forge Gamer sem stelur drekanum og núna þurfa að fá eitthvað út úr þessu en núna Octopus næstu tekið niður. Penguin Guð að berjast hérna við Forge Gamer nær honum en Octopus tekur hann niður í kjölfari. Addin hérna þarf að leiftra sér í burtu. Kappmaniak og Ægin eru samt orðin lágir en það Viski sem vinnur bardaðan að lokum þrátt fyrir að missa drekan þarna. Já, virkilega vel spila hérna hjá Penguin God að reyna að halda Forge Gamer úr pittinu en hérna sjáum við Bad Habit að leita að Ægin, hann frosinn. Spurning hvort að þið geta náð Kappmaniak í leiðinni. Octopus hoppar upp en hann ákveður að, hörfa burt. Þetta var vont hérna hjá honum Ægin. Bara var fundin af Bad Habit sem að hafa mjög góðan leik eins og Hérna einhver bardaði hérna á milli Baunadós og leikmanns. Baunadós með últi sitt samt. Já. Það ætti að vera góður. Já, maður segir það en leikmaður með svo mikið til að reyna að trufla þetta svona seinna charge á últinu hjá Baunadós. Það sem sagt þegar hann þarf að skella sig fram þá má hann ekki vera CC'd og leikmaður með öll þessi knock-ups og akkurat þessar truflanir þá getur hann pínu leikið sér með það. Það ágætlega erfitt hérna fyrir Baunadós að allavega ná að drepa leikmann. Það svolítið svona með Orn, hann nær ofta að drepa einhvern. Meira. En núna Penguin Guð mættur á Adda. Forge Gamer líka hérna. Svo þetta var að vera hérna 2-2. Þetta samt Penguin Guð með fínasta tvöfaldvaf. Sigyn var 2 samt núna inn í 3 hjá Cool Beans team og Penguin Guð lítur að detta hérna niður í kjölfarið á þessu og 2 dráp yfir á Cool Beans team. Já, mjög mikilvægt hjá Bad Habit að elta uppi Penguin God sem að færði sig fyrst yfir á miðju akgrunna en það CPT sem að voru svo sterkir akkurat í þessu áðan. Þetta leiti kannski ekki gríðarlega vel út, leit út eins og Viski væri að finna eitthvað pikk en CPT kemur síðan sterkari saman og klárar bardaðan. Kappmaniak að leita að möðkum þar sem að Forge Gamer og Bad Habit byrjaðir á þessu. Þeir eru allir mættir hérna. Það svo erfitt þegar Cool Beans nær að ná svona yfir þessi objectives og maðkanir hljóta bara detta hérna niður bráðlega. Þeir getur jafnvel ná 3. Það hérna mjög spennandi og degi ekki fyrir það, held ég. Maður veit aldrei. Nei, það, já. Sixin í Risa flass á Octopus. Þetta var svo vel spila hjá Penguin og líklegast að fara að ná honum hérna frítt. Þetta var fallegt. Notkun á tvöldafinu hjá Poppy til að bara leipa Octopus ekki burtu. En núna Orn að fara að vera kannski smá klandri hérna. Að fara ekki að ná últinu og hlýtur þetta niður hérna. Já, notasamt. Mjög vel spila hjá Bad Habit að nota skuldin þarna til að bara loka út chargeið og Gateinn fekk ekki að koma í gegn. En ég verð að hugsa. Það var pikkað Orn inn í brómið ekki. Mér finnst það ágætlega furðulegt að taka bara Orn inn í stærsta counterinn sem bara tekur í burtu geitina með einu sínu. En núna allir komin hérna á Adda, henda í Reset Tower Dive en það ekki að fara að vera mikið úr því. Penguin Guð hérna búin að íta hann í burtu en Bad Habit komin að Kappmaniak sem gæti datti niður af völdu Forge Gamer. Og þetta heldur áfram að vera pínu sama sagan. Það Viski sem að byrjar bardagan hérna í leikmaður að halda áfram. Og Penguin God. Últið hittir ekki og Sigyn var 2 samt aftur í klandri. Þeir eru allir mættir hérna. Þú getur ekki lifað hérna. Það eins og Cool Beans team viti nákvæmlega hvenær þeir eiga að fara inn alltaf. Sigyn akkurat bjargaði eiginlega Penguin God áðan með því að kasta Bad Habit til hliðar. Þar fór últið lengst burt hjá honum en CPT einhvern veginn vita alltaf hvar
þeir eiga að vera og hvernig að þeir eiga að spila þetta, búin að standa sér stórkostlega og Viski, já, búin að vera að leita mun meira hérna snemma leiks að einhverju og gekk það upp til að byrja með en einhvern veginn búin að detta eins út úr gírnum hér. Þeir geti ekki verið að hendi í dífu hérna, Kamenik, hann lappar inn, hendir Q og fer. Ég hugsaði að þeir ætti ekki að henda í dífuna hérna á leikmann þar sem hann er svo hættulegur, sérstaklega ef hann er með flass. Þetta er allan að seinni dregi núna detta yfir til Cool Beans team. Já, Cool Beans team byrja sama svona Drake-stacking, Dreka-söfnum ef maður getur sagt það. En Siggin í smá vandræðum en nær ultinu út. Heppilega var Brom ekki búinn að ná of mikið afstökkam af passivinu sinum og kemst þá Siggin aftur í burtu. Hann var reynda bara, málið með Taliyah ult, þú mátt ekki vera neitt damage ef þú ætlar að nota það. Þannig að hann hefur náð að byrja að chargea það áður en að bæði Octopus og Bad Habit náðu einhverjum skaða á hann. Skemmtilegt og heppinn fyrir það. Var hann með flassið just in case en hann allavega getur verið sáttur með þetta. Og aðeins byrjaði að róast hérna niður en Viski í smá vandræðum, Misfortune Collector item komið á móti Tristana með langar að segja Júntal eitthvað. Já, Júntal, já, eitthvað mjög skemmtilegt nafn á þessu svona, ég vil segja að þetta sé frekar nýtt item. Sérst, ef maður spilar ekki í ADC þá allavega, ég myndi segja að það er allt í lagi að vita ekki nafnið. Já, en jú, þetta er flottu spjót þarna. Núna samt erum við að sjá últið í boði fyrir Bönndós. Þeir eru svolítið svona að leika sér við hvort þeir ætla að fara inn eða ekki í topp-agreininni. Við erum að sjá líka Forty Gamer vera á leiðina. Þannig núna gæti Octopus verið í smá vanda og Æginn bara tekur hann niður meðan er dífa hérna á hann Bönndós hérna og þeir komast bara upp með það léttilega hérna. Já, Æginn gera eitthvað sem ég hreinlega bjóst ekki við. Þessi Collector er stór hættulegur, fær hann að auka gulli með þessu og Æginn allavega mjög sáttur með sjálfan sig þarna. Við erum líklegast að fara að sjá hérna svolítið, últ bild hérna hjá honum Æginn þar sem það reyna að gera eins mikinn skað og hægt er með þessu últi. Kollektorinn er að hjálpa honum þar og þetta er einmitt sem Viski þarf, smá meira gull hérna á Æginn. Já, sjáum að Bad Habit, en þarna er samt Penguin nær ekki að stönna Adda þarna. Sýnist þið vera næstu í teknin niður hérna, eitt últ frá á Penguin, en þarna kemur Siggin aftur hérna í baklínuna. Þeir þurfa nú að passa sig, Addi og Bad Habit. Forty Gamer er á leiðinni samt og ef þeir sjá hann ekki hérna, jú þeir sjá hann, en hann er kominn. Hvort er hendi dífu á turnin veit ég ekki, en það endanum var ekkert úr því. Addi og Bad Habit er hérna bara að leina saman. Octopus er samt að koma niður, gætu verið að leita að meiru. Siggin er í vandræðum, Octopus hoppar inn. Rétt svo, hann er samt stönnið hérna, rétt svo ekki undir turtinu. Hann kemur Kamenik, Octopus er mjög lár hérna, en það er að fara að vera allir fastir inni hérna. Kamenik, Penguin og Siggin reyna að gera einhvern skaða hérna á móti og það er komið kill yfir á Viski og þeir ná að taka alla niður að lokum og triple kill fyrir Kamenik. Risa snúningur hérna í gulli. Algjörlega Capmaniac að stórgræða á þessum bardaga. CPT aðeins of gráður þarna, elta niður og sjáum að leikmaður og Bönndós halda áfram að svona, berjast í róliheitum en leikmaður hefur aldrei náð að taka Bönndós niður einn held ég. Hefur alltaf fengið hjálpina hérna í topp-agrein þegar Penguin kemur að reyna að hjálpa. Bönndós er að hoppa inn, þetta er mjög hættulegt, er með flash, þarf líklegast að nota, hann kemur það út, Penguin ítur undir turnin, hann kemur últinn, hittir ekki leikmann sem ætlar að halda áfram
ætla núna að reyna kannski að koma sér í burtu en Kappmæni ekki komin, þetta hlýtur að vera leikmaður að detta niður hérna og Bönudós eitthvað hérna að temptan að koma nær honum. Þetta tók smá tíma en þeir náðu öllum á CBT. Þetta er allt annað leikur núna hjá Viski. Hlutu að tekið þessar 5 mínútur í pásunni svolítið bara að, við þurfum að gera eitthvað hérna, þetta var ekki nógu gott og eru núna að hafa æðislegan leik hérna. Já, eru miklu meira í því að vera undan í spilið og búa eitthvað til, ekki leyfa CBT að þennan tíma sem þeir nýttu svo vel áðan að spá og spekulera og hvernig þeir áttu að komast inn. En Penguin God búin að eiga frábæran leik líka, en W-Utility er búið að vera svo mikilvægt. En hérna sjáum við stóran barda að vera að byrjast. Það getur verið samt að Ægin er tekinn fyrstur á leikmanni og það er að fara að vera mjög dýrt þar sem Kappmæni er orðin mjög lágur, næst að gera svo mikil skaðinn á baklínuna. Forza Gamer sem taka niður stikka aftur að enginn eftir í liðunni á Viski til að gera skaða. 4 dottnir niður, það var svo dýrt að Ægin dóðan í byrjun. Já, þetta er akkurat maðurinn sem þú þarft að vernda í þessum liðsbartugum. Ég áttaði mig ekki á því hvernig þeir komu svona hratt á hann, en það var klárlega einhver sem komst í baklínuna, sýndist að vera leikmaður sjálfur sem að náði þessu teleport þarna á vortið á bakvið hann og þannig byrjaði í rauninni akkurat hér þar sem við erum að tala og Penguin God að leita Octopus. Ægin ætti að geta komist á þetta. Er með últið það sem hann tapir hann, notar sitt og tekur mesta skaðan í burtu. Þetta var hættulegt hérna hjá Octopus, næstu tekið niður, þurfti að nota flassið sitt. En það eru 3 drekar hjá CBT, þrátt fyrir slæman barda fyrir dreka, þá náðir bardaðunum á drekanum og halda áfram að safna þessum drekum upp. Þetta er allavega núna svolítið hættulegt hérna eftir 4,5 mínútu hérna. Viski mun þurfa að berjast á drekanum og ég hugsa að þeir verða að setja upp svolítið wards í kring hérna og reyna að hafa stjórn á drekapiðinu. Siggin býða í rólihittum, ég er ekkert viss að hann vilji taka þennan barda, en Kappmæni ekki langt frá til að hjálpa ef eitthvað fer af stað. Á meðan er CBT að sitja allt upp fyrir Skellrúnu. Já, sýnist þeir ná því þar sem allir eru hérna í botn megin. Hann kemur últið en þetta er Aatrox, hann er ekki stoppar því og hann ímótar hérna á þá og þeir þurfa kannski að gera svona eitthvað hérna. Þeir ætla bara að hoppa inn, ætla hann að börsta niður, er ekki með últið en Siggi núna er að tenka, hann þarf virkilega að hlaupa í burtu. Leikmaður er ekki þekktur fyrir að detta niður undir turni og er þetta að vera svolítið erfitt hérna. Þeir halda áfram en Addi kemur þá og tekur niður en þetta er samt shutdown á leikmann. En núna þurfar einhvern veginn að komast úr frumskóinu þegar Kappmæni orðið svo lágur. Penguin God er hann og Kappmæni er rétt svo tekinn er að kúnu frá Adda. Ægin og Penguin God núna eru últaðir að bat-happið og þurfa þeir virkilega að gera hvað hérna áður en þeir eru teknir niður að þeim. Penguin God núna hlaupum, Ægin tekinn niður en þetta hlýtur að vera mjög dauður. Penguin God, hann er samt ágætlega hraður að ekki um flassi yfir að bat-happið, alltaf ekki að hleypa hann í burtu en hann ætlar að leifa honum allan að taka þetta. Addi nær ekki gullinu hér. Hvað gerðist í toppakrin? Það tekið Skellrúnu og þeir pussuðu áfram þar sem að allir í Viski voru einhvern veginn komnir á hinn endan á leikfanginum og þeir hafa bara nýtt Skellrúnu mjög vel. Já, ég hugsa með eins og Tristönu er það mjög létt að taka niður turna og einnig Siggs. Þetta er svolítið hættulegt ef þú leyfir þeim að komast nála turni. Já, finna var samt, ég held að Siggs hafi ekki átt neitt þátt í þessu. Það var bara Octopus og Forza Gamer sem voru hana í toppakrinni að gera eitthvað. En Skellrún og þessar sprengjur hjá Tristönu náttúrulega stór hættulegt fyrir þessa turna. Penguin er næstum því í vanda en hann er að koma sér í burtu samt. Já, Octopus þorði ekki að hoppa beint inn í Penguin God þar sem að
hann getur náttúrulega blokkað. Atakan spottað hérna af Penguin-guð. Hendrik Vortið kom núna í 9.000. Við erum að sjá hérna risa bardaga að fara að myndast þar sem þetta gæti verið mjög vont handa Cool Beans eða spil ekki rétt. Þeir eru nú að gera risa skada hérna á Whisky en ægin bara tekið niður strax aftur og það að fara að vera svolítið vont hérna þar sem allir í Whisky eru hægt og rólega að falla niður. Einungis Catmaniac á hlaupum og þeir einhvern veginn þrátt fyrir Atakan eða Atgeir var búinn að taka resistance í burtu unnur hennar bardaga. Já, algjörlega CPT bara mjög örgin með sig í þessum bardaga. Já, veist að turna falla. Já, þetta 6 og Tristana. Það Jordul sameiningin þarna. Hraðasta leiðin til að taka niður turna í leiknum. Og á meðan 4G Gamer og Batappet að klára Atgeir í róliheitum. Enginn í kringu þá. Þetta þýðir að CPT komin í 10.000 gull aftur upp eftir 22 mínútur. Vá hvað það var fljótt að breytast. Whisky var, fyrir síðasta dreka var Whisky í bara jöfnu gulli og leit ágætlega út. Og síðan eru búin að tapa núna 3 bardugum í röð. Skellrúnu, Atgeir, dreka og fullt af turnum. Já, þetta var svolítið, það kom einhver vonanna handa Whisky á tíma þar sem ég var svona, býttu bara 300 kall munur hérna. En þetta heldur áfram, núna getur samt Whisky kannski náð einhverjum hérna, komin hérna, risastönn á 4G Gamer, samt einhvern veginn ekki að þetta niður og núna kemur leikmaður hérna inn á baklínuna og það að fara að vera Bönedós, tekið niður, Siggi F2 núna á hlaupum en Octopus hoppar yfir og tekur hann niður, bara Catmaniac eftir, nær að taka niður Atta, en þetta útrýming á Whisky og gæti jafnvel verið leikur. Já, ég ekki alveg viss að það 15 sekundur á ægin sem með ultið upp eða hann ætti að geta komið allavega til að hreinsa skósveinana áður en klára leikinn. Penguin líka að fá ultið sitt til að hamra það burt og þeir akkurat taka bara þennan turn og koma sér síðan yfir á drekan. Síðasta Særún, eða þetta ekki Særún? Þetta eldur? Já, það eldur. Við að lesa hérna efri partinn villust. Já. Já, og það að fara að vera bara sálin, ekki mikið sem Whisky getur gert þar sem allir hemilturnarnir eru dottnir niður og eru hemlanir bara núna opnir. Já, hemlanir á góðri íslensku. Fyrir ykkur sem að skilja ekki félaga minn þá það inhibitor. Já. En ég skildi hann varla, ég bara þarf að læra þetta á íslensku eins og við öll. En hemill, jú, þetta stendur hérna í orðabókinni. Hemill, turnarnir eru allir dottnir og það bara einn turn sem við skipum að ná. Og þetta orðið mjög vont og eru góð ráð rándýr en leikmaður þar núna að berjast við 3 meðlimi hjá Whisky og sýnist hann bara að fara að detta niður hérna. Já, leikmaður í vandri stöðu en CPT leita þá að fyrsta hemlinum og ætti að taka hann niður hér. Þeir eru allir að reyna að koma sér aftur heim og gera það líklegast. Batappet að spá í að taka næsta en ég held að þetta sé ekki góð hugmynd. Hann hitti ekki hann Bönedós og nær hann líklegast að koma í burtu en þeir eru komnir í baklínuna, Catmaniac og Penguin-guð hérna og eru komnir núna á þá en býta aðeins, hann sprakk bara upp, Catmaniac hvarf og þarf að vera núna últið frá nær hann að hitta því, já, hann kemur, Batappet niður en risa últ frá honum Atta. Það þrífelling inn í útrýminguna og það hlýtur að vera leikur hjá Cool Beans team. Sko, þrátt fyrir allt öðru í leik erum við að sjá þetta klárast fyrr heldur en áðan þar sem að þeir þurfi ekki inn í sinni Baron til að klára þennan leik. Það Tristana og Six sem að eiga þennan leik. Sjáum 12-3 og 13. Addi að spila sína bestu leiki bara í ár og ef ekki bara í sínu lífstíma til að taka þetta 3. sæti í Kia-deildinni. Það þá orðið örugt, það Cool Beans team.
Þá erum við komin með að Cool Beans team eru núna orðnir, þriðja sætis sigrar hérna að fá auðvitað verðlaun fyrir það stóra áfangi þar sem þetta voru í byrjun 14 lið og eru þeir búin að sýna sig alveg æðislega, sérstaklega í þessari úrslatakeppni þá var þetta bara mjög vel spilað í gegn. Já, ekkert margir sem að kannski byggust við að þeir undu enda þarna lið sem að var allavega með það sem ég hef verið að tala við fólk og sérstaklega kannski inn í mínu liði þá var spáð CPT aðeins neðar sérstaklega eftir svona fyrstu leikina það sem þeir voru pínu að henda frá sér frekar mörgum leikjum og en náðu svona að klóra sig oft aftur inn í á hérna voru þeir bara mjög öruggir með þetta og ég held að eins og ég sagði á hann, ég held að ég hafi aldrei séð CPT spila jafn vel og við þurfum náttúrulega að gefa einhverjum MVP ég ætla að henda því á Adda sjálfan. Ég held að fer nú ekki ómikið úr málum að Addi var með æðislegan leik. Ég er með svona einhverja hugmyndir að Bad Habit spilaði líka æðislega en ég held að miðað við bara svona útkomu af báðum leikjunum þá var Addi æðislegur, fekk að spila svo vel. Já, algjörlega Bad Habit klálega svona betri í aðstoðarstöðunni heldur Pengugott báða leikina Pengugott átti samt svona inn á milli mjög gott spil sérstaklega í seinni leiknum sást þeir ekkert í hann þarna í fyrri leiknum og það gerðist bara svo lítið fannst mér í þessari botn-akrein í fyrri leiknum að það er svo erfitt að gefa Bad Habit þetta þótt að hann bjóð til svo mörg tækifæri síðan á þessum Rakan en Bromið náttúrulega stórkostlegu líka hjá hann blokkaði út fullt af orðnúldís og meira en það en bara Addi að spila eins og Addi fekk 2 champs sem hann mjög þægilegur á og sérstaklega þessi að Aurora og ég held að hann þetta bara algjörlega skilið. Alveg klárlega. En kannski að við gáum núna á brackets, við sjáum þá viðuregnina sem að fara að gerast nú á laugardaginn held ég að fara að byrja klukkan 5 á laugardaginn. Já, við vorum búin að sitja það niður held ég, við ætlum að hafa smá kvöld session hjá okkur, það best of 5 milli Dusty og Fenrir, það þýðir að annað liðið þurfa að vinna 3 leiki til að klára þetta. Dusty hafði betur í riðlakeppninni á milli þessara liða þrátt fyrir að Legions hafi ekki verið að spila, þá var Sölvi Santos í skóarmanninum sem að vann Fenrir og Dusty liðið náttúrulega. Þetta eru allt leikmenn sem eru mjög góðir og hafa verið hérna mjög lengi en Fenrir með íslensku hetjuna sérstaklega talið náttúrulega vera besti skóamaður líklegast á Íslandi þrátt fyrir það að eins og Legions að spila á mótonum núna í skóarmanninum. Já, sem náttúrulega hann ekki þekktur, hann vanlega á miðjunni. Svo við erum að fara að sjá, alveg vonandi klikkaði viðureign. Þessi að fara að vera best of 5 sem því að við erum allavegana að fara að sjá 3 leiki sem að fara að vera mjög áhugavert. En ég held að við þökkum þá bæði Whisky og Cool Beans fyrir deildina og við erum að fara að sjá ykkur á laugardaginn. Ég vil ekki lofa að það eitthvað watch party hérna í Arena en ég heyrt allavega að það gæti verið í boði. Já, við pressum bara á það skiptir ekki máli þótt að sé official watch party eða ekki, bara mætið í Arena, það alltaf gaman hérna með okkur. Við munum náttúrulega sjálfur eitthvað koma hérna fram að leika okkur og hvort það verði eitthvað svona meiri veisla eða ekki en það alltaf gott spjall hérna í Arena og á Bites og náttúrulega frábær matur sem við fáum þar. Já, einmitt. En ef það svo allt og sumt þá það að fara að vera núna komið í kvöld. Takk kærlega fyrir að horfa á þessa viðureign og sjáum ykkur hress á laugardaginn.